hérna fyrir sunnan okkur samfélag sem svo merkilega líkt okkar en líka merkilega ólíkt og það í Færeyjum. Og nú ætlum við að fá fréttir frá Færeyjum og Dári Dali, velkomin. Góða kvöldið, takk fyrir. Já, þú komst þegar var að líða kosningunum. Já, 1,5 mánuði síðan cirka. Já, og það búið að kjósa. Já. Þannig að nú ætlum við bara að heyra svona almennt hvað í fréttum. Þú týndi til 3 fréttir. Svo fyrsta, að ég má lesa fyrirsögnina. Jú, svo vel. Við fáum að kannski upp á skjáinn. Það samgangan skipað. Yes. Hvað samgangan? Já, í mínum huga segir það sér sjálft, en auðvitað... Nú, ég næði ekki. Nei, það það sem að við í Færeyjum köllum ríkisstjórnina. Nú. Flokkarnir sem hafa ákveðið að ganga saman. Já. Samgangan. Já. Þetta miklu svona, þetta svona blíðlegra heit á ríkisstjórn, þetta ríkisstjórn. Já, það hljómar ekki sem að þessi stjórnan einu. Samsteypan, það þetta svona íslenskt útgáfa þessu. Já. En þeir verið búin að vera svona lengi að mynda ríkisstjórn eða? Nei, þetta var ekki endilega lengi. Þetta var ekki hraðasta myndun ríkisstjórnar en ekki heldur sérstaklega langt. Þetta voru einhverjir dagar. Mér fannst að við bara fljótlega eftir kosninga verið ljóst hverjir eru þarna. Það eru jafnaðarflokkurinn og þjóðveldi og Framsókn. Já. En svo var eitt lítill flokkur þarna sem var svona, sem ég var alltaf að reyna að skilja hvað væri, sem var svona viðreisnarflokkur. Það Framsókn. Framsókn, já, það rétt, hann einmitt svipað til viðreisnar. Já, þannig að við erum Íslendingar verið að gæta sín á því að haldi ekki þetta sé líkt Framsókn. Já, þessi heiti rugglaða mann svolítið. Já. En hvað svona ríkisstjórn er þetta? Þetta ríkisstjórn þar sem að 2 vinstri sinnaði flokkar eru í, 2 stóri vinstri sinnaði flokkar eru í og 1 lítill hægri flokkur. Já, og við vitum að jafnaðarflokkurinn systurflokkur Samfylkingarinnar og við vitum að þjóðveldi systurflokkur VG. Já, þó að þetta sé ekki sambærilega, kannski ekki alveg eins flokkar. Nei. Og svo Framsókn svona það sem að við gætum helst líkt við Viðreisn. Já, það hægt að líka þetta þannig saman. Þannig þetta kannski svipað og meiri hlutin í borginni á síðasta kjörtímabili. Ja. Nema þetta Píratana. Já, og þetta mjög ólíkt ríkisstjórnin sem að við vorum með undanfarnir 4 ár. Hún var hægri stjórn? Já. Og, en hún sem sagt var bara í 4 ár og þetta nákvæmlega sama ríkisstjórn og var áður. Á undan. Þetta sem sagt ríkisstjórnin sem komst til þess í fréttir hérna heima þegar voru hugmyndur að bjóða út kvótan. Já, það alveg rétt, nákvæmlega sama ríkisstjórn. Já, en þessi hægri ríkisstjórn sem var í millitíðinni, hún drap það mál, heldur að það vakna aftur? Það hefur ekki verið umræðinni og það hefur ekki heldur verið í, nei, ég hef ekki hert neitt talað um það. Það verðist ekki að verið eitthvað markmið núna. Þetta að segja að þessi ríkisstjórn sem myndu eitthvað ákveðið? Hún mynduð að halda áfram að þróa heilbrigðiskerfi og þjónustur fyrir íbúa landsins. Dreifðari byggðir þá? Já. Það sem að væri hér eins og að væri krafað af landsbyggðinni að hafa öryggi. Já, einmitt og það eitt stórt mál sem að orðin partur af þessari ríkisstjórn mjög stór göng til syðstu eyjuna landsins. Sem þá lengstu göngin sem hafa verið boruð hingað til eða hvað? Já, þetta ein langsta göng heimsins, ef hún verður eins og... Hvað það langt bara eins og við farum yfir Faxaflóðan eða eitthvað? Ég ekki alveg, ég held að þetta sé einhverju 15 kilometra eða eitthvað svolítið ef ég man rétt. En það já, ég samt ekki með það alveg á hreinu, en Og hvað kostar svona? Það partur af ferlinu að gera þessar kannanir, að fara að setja þetta ferli á stað og að ákveða nákvæmlega hvernig hún verður og umfangið og eitthvað svoleiðis og hvernig mun líta út og það Þetta þá til að tengja síðstu eina sem eitthvað Suðurey eða? Suðurey, já. Já. Er það til að tengja hana við svona... Já. Og hvað eru margir sem búið í Suðurey? Svona myndum við fjallum þetta á Íslandi, sko. Já, það búa það bil 5.000 manns þarna sem 1/5 landsins það bil.
og til að leiðrétta einn misskilning sem ég heyri oft frá fólki, frá Íslendingum, það fólk talar oft Færeyjar eins og það sé ein eyja. Ég held að fólk sé ímynda sér þetta svolítið eins og Vestmannaeyjar, þar sem að það ein aðaleyja og svo einhverja pínulitlar eyjar í kringum það sem að býr enginn. En þetta í Færeyjum 18 eyjar og það býr fólk á 17 af þessum 18 eyjum. Og 5.000 slatti í bóka, því að Færeyingar ekki nema 55.000. 55.000, já. Þannig þetta rétt tæplega 10% af þetta er hlutfallslega miklu starra heldur Vestfirðir. Þetta er miklu starra. Þetta er þrefaldir Vestfirðir í hlutfalli við fjölda Íslendinga. Já, en lítið svæði, sem sagt, þetta er ekki beint stór eyja, hún er stærri en Heimaey, miklu stærri en Heimaey, en ekki stór eyja í stóra samhenginu. Og þetta er, sem sagt, eitt sem er sérstakt fyrir þess að það að fólk sem býr þarna er tengt við höfuðborgina með ferju sem að tekur 2 tíma að sigla og það þýðir að fólk þarna upplifir sig ekki eins tengt við höfuðborgarsvæðið. Nei, það er ekki sama atvinnusvæðið. Ef þú ætlar að eyða 4 tímum bara í ferjusiglinguna, þá er kannski 5 tíma í það að koma þér til og frá vinnu. Já, og allar hinar stóru eyjunnar í landinu eru nú tengdar saman með göngum nú þegar. 5.000 manns, náttúrulega einhverju sem er að fara í hináttina, en býst ég að flesti væri að fara frá Suðurey til hinna, eyjana. Það er ekki hægt að láta framkvæmda kostnaðinn, það er ekki hægt að vinna hann upp með vegtollum. Þannig að það myndi aldrei borga sig, þá myndi kosta 100 skall að fara göngin. Hvernig sjá Færeyingar fyrir því hver á að borga þetta? Er þetta bara sameiginlegt verkefni þjóðarinnar að tryggja öllum aðgengið það sama og þess vegna eigum við að borga þetta sameiginlega eða hvað? Það er hugmyndin í prinsipinu en framkvæmdin hefur verið að landið tekur sér stórt lán og að það verður svo endurgreint einmitt með að fólkinu sem keyrir í gegnum göngin. Það er ekki svo mikil umferð að það tekur það ógnar langan tíma. Það er kannski erfitt að ímynda sér en við höfum gert þetta með nú þegar þessi er lengri. Já, þessi er lengri. En það er ekki bara lengra lán. Já, en þú þarft að horfa líka til það að það kostar líka mikið að reka ferju, að sigla og það er ekki svo gott fyrir umhverfið og ferjan þarf á og til að fara í einhverjar viðgerðir og eins og við þekkjum frá Vestmannaeyjum og Breiðafirði og víðar. Þannig að það er ekki bara kostnaður af göngin, það kostar eitthvað sama hvernig maður fer þangað. Og heilbrigðiskerfið, það er fyrst og fremst bara öryggi í byggðunum, heilsugæsla í nærsamfélaginu og svona, það er ekki eins og hér verður oft umræðan heilbrigðiskerfið bara Landspítalann, það er ekki þannig, Landspítalann er ekki minna fyrirbrigði hjá ykkur, því að það er ekki hægt að byggja upp spítali í Færeyjum sem að sinnir öllu því sem að Landspítalinn sinnir, að Færeyingar verða að sækja til Danmerkur eða eitthvað eftir flóknari aðgerðum eða ekki? Jú, flóknari aðgerðum, en langflest af þessu sem að þú þarft að gera er gert þarna á Landspítala Færeyja. Já, það er afar sjaldgæft að fólk þarf að fara eitthvað erlendis og svo eru erlendi læknar líka fengnir til landsins. Já, til þess að koma og gera aðgerðir og svipað og er einhverju leiti hérna út á landi að koma sérfræðingar eru 2 daga í Húnavatnssýslu og eitthvað svoleiðis. Það er nú gaman einhvern veginn að bera saman heilbrigðiskerfið í Færeyjum og hér, svona legupláss og svona, þetta er svo mikið atriði á Íslandi, heilbrigðiskerfið. Það er alveg það sama í Færeyjum, þetta er eitt af stóru málunum. Já, þetta fyllir rosalega mikið í fjölmiðlum á Íslandi. Og ég tek ekki eftir því í Færeyjum. Ég veit ekki hvort það meiri friður heilbrigðiskerfið þar. Það er meira friður. Ég veit ekki hvort það sé endilega vegna þess að það er ekki að skarra. Ég hef þessa tilfinningu að það er vegna þess, en ég hef samt ekki töluna til að rökstyðja það. Þú ert sálfræðingur. Já, það er rétt. Borga er sálfræði þjónusta gjaldfrjáls í Færeyjum? Hún er orðin gjaldfrjáls á seinustu árum fyrir fólk 18 ára upp að 35 árum og það er verið að skoða að taka fleiri inn frekar. Akkur er það upp í 35 ára og maður þá bara verið að búin að ná þessu sjálfur ykkur? Já, ég get ekki rauksýtt að þetta eitthvað frekar en svona var ákveð að gera þetta. Það er kannski að því að það lítið á það sem að fólk sem er eldri en það á að hafa efni á að gera þetta sjálft eða eitthvað svoleiðis sem er náttúrulega
bara ekki alltaf þannig. Heilbrigðismál, göngin, öll stjórnmál í Færeyjum snúast einhver leit sjálfstæði. Hver afstaða þessara ríkisstjórnar til sjálfstæðismála? Það verið að vinna í að fækka okkur örlítið í áttina að meiri sjálfstæði, en engar töluverðarbreytingar. Það verið að eitt sem var ákveðið var að styrkurinn sem við fáum frá Danmörku árlega, að hann verður nú lækkaður. Hann hefur annars verið sama krónutala í mörg ár. Og þar leðandi hægt og bílandi lækka eftir því sem að verðbólgan étur upp? Já, hann hefur þess vegna farið örlítið lækkandi og nú verið að lækka hann í krónutölu líka, sem að í fyrsta sinn í einhver 10 ár eða eitthvað svoleiðis. Og það með velvilja þessar ríkisstjórnar? Já, það það. Þau vilja skera naflastrengin? Allavega þjóðveldisflokkurinn og framsóknarflokkurinn þarna. Það hefur mikil verðbólga í Danmörku verið yfir 10%. Er verðbólga, veistu það, í Færeyjum? Já, það alveg... Það sama bara? Þetta eitthvað svipa á hér líka, já. Og er það yfirleitt bara sama í Danmörku, eða? Nei. Þetta er alltaf sjálfstæður svona efnahagur, sko. Já, efnahagskerfin eru sveiflast með allt öðru, sveiflast með aflabróðum og alls konar. Uppgangi, fiskeldis. Já, og meira að segja, Evrópusambandi hefur verið að boykotta færeyskan fisk í langa tíma og þar út af samningu við Rússa. Já, og þar að leiðandi já, ég er ekki viss, það er ekki eitthvað nýtt út af því, þetta er búið að vera í mörg ár og ef ég man rétt voru það einhver ósetti makrílkvóta og eitthvað svoleiðis fyrir 10 árum síðan eitthvað. Og það þýðir að Danmörk, ég er ekki alveg sem hvort að það sé ennþá, en þær voru að minnsta kosti í mörg ár að boykotta færeyskan fisk. Já, þannig að efnahagskerfin eru ekki tengt saman að því leyti. Og já, sveiflast þá ekki á nákvæmlega sama, þó að sama gjaldeyra er samt notað, sem að hefur auðvitað sína áhrif líka. Þið notið danska krónum, sem að aftur er tengt við evruna, þannig að sveiflist þar. Herðu við að taka næstu frétt? Það er, á ég að lesa þetta svo þú getur hleyðað mér. Það er önga aðra staðni er munurinn millum kynin svo lítill. Hvergi annar staðir er jafn mikill lítill launamunur á kynjunum í Færeyjum? Er það? Er nánasta. Það er ekki verið að fjalla launamun. Nei, heldur. Það eins og stendur þarna fyrir neðan vinnu tuttlægi, framlægi, það vinna ég oft mikið. Vinnutíðni væri beinþýðing að þessu, en það þýðir bara hversu margir af þjóðinu sem að vinna. Og og það sem að sést þarna fyrir neðan í þessar fréttir er að það er þjóðnar í heimnum þar sem að hæsta hlutfall íbúana sé að vinna, það eru Ísland og Færeyjar. Ísland rétt fyrir neðan Færeyja og eins og stendur þarna í fyrirsögnu þarna þá er hvergi eins lítil munur á milli atvinnu þáttöku, myndu við kalla það. Já, á þessu mælikvarða allavega. Og hvað merkir þetta? Það merkir að eins og stendur þarna í fréttin líka að Færeyingar eru óvenju mikið að vinna eða óvenju margir eru á vinnumarkaði. Og eitt sem að engin heima þegar maður kemur heim úr skólanum 9 ára gamall, það er ekki að tekur á móti minni, mamma og pappi eru bara að vinna. Já, þetta er kannski ein hlið af þessu og ef maður tekur til dæmis Spánn eins og er líka í þessari frétta, þarna er vinnu, hvað kallaðist þetta íslensku sagður? Atvinnuþátttaka? Atvinnuþáttakan á Spáni samkvæmt þessari frétt er 69% það bil og ég á spánskan vin sem sagði mig það að hann telur það vera vegna þess að það eru svo margir að vinna svart skilur, þannig að þetta er kannski ekki áreiðanlegt fyrir öll lönd. Það er náttúrulega mikið atvinnuleysi og ungu fólki. Já, auðvitað getur líka verið það. Áratugum saman. Já, það er alveg potið. Og það er ábyggilega meiri munur líka milli
og þó ég veit ekki með Spán á milli kalla og kvenna. Nei, en allavega eru Ísland og Færeyjar að skora hæst á þessu mælikvarða og Er mórallinn þarna í Færeyjum svona svipar og hér hvað heitir þú? Já, þú heitir Dáur og hvað gerur þú? Það sé fyrsta spurningin, það sé svolítið framarlega hvað þetta gera og hver þú ert á vinnumarkaði. Nei, mér finnst það ekki, nei. Það er miklu meira hvaðan ertu sem að maður heyrir í rauninni frekar fljótt líka því að það eru allir með sín hreim í Færeyjum. Sem að er einn munur að milli Færeyja og Íslandir það að eins litlar Færeyjar eru þá eru allir með sín hreim sem að maður getur tekið eftir og veit svona cirka bát hvaðan fólk er og þá veit maður eitthvað manneskjuna það segir manni eitthvað manneskjuna alveg eins og vinnafólk getur sagt eitthvað En svona allir sér duglegir og svona gengst fólk upp í að vera duglegt Ég meina þessi tala virðist benda til þess ég hef enga aðra mælingu á því en þú sér enga mun en það eru Ísland líka bara strax og eftir þannig að það eru lítil munur á þjóðunum þarna Já, það virðist vera og eitt annað sem að mér fannst fyndið við þetta það er að Íslendingar eru þekktir fyrir að vera heimsmeistarar í alls konar metum á mann og Við höfum unnið íþróttaleiki með því. Já, einmitt. Með höfðatölu þá skoruðum við 69 mörg. Já, alls konar þannig sögur hvernig Ísland skara fram úr að því leyti og ég er hræddur að þið muni missa alls konar með þegar Færeyjar einhvern tíma verða sjálfstæðir þá Það er að gera þetta. Já, þetta Færeyingar tala sitt land á þennan hátt en erlendis eru Færeyjar ekki taldar vera sjálfstöðu þjóð þannig að við erum aldrei teknar með í svona útreikningum Já, stundum sér maður það eins og þessi COVID þá var það tekið sér Já maður getur stundum glöggvað sig á Já, af að sjálfgeft þannig að það er svona hægt og bítandi að verða sýnilegra Já Ég leita stundum að þessu og ég gleymi alltaf hvernig Færeyjar eru skrifaðar en ég ætla svo lengi að leita þetta uppi Já, Faroe Islands Já, ég lendi vandræðum. Herðu, það er þriðja fréttin Já. Og gjört vart við sig í inniróðri. Já. Það er fram úr góðu úrslitin hjá fóríska róðarannum í Evrópukeppninni í inniróðri í París. Já. Vikuskiptið hafa verulega varpað ljósi á Færeyjar. Þannig að stórkostlegu sigur færeyskru róðrakeppnarinnar í Evrópukeppninni í inniróðri í París hefur dregið athygli heimsins á Færeyjum. Já, það er mikið rétt. Færeyskana batna hana. En jú, það er mikið rétt að það er það sem stendur þarna og ástæðan fyrir ég valdi þessa frétt er að þetta er þjóðaríþrótt Færeyinga Róður og á sérstökum bátum eða ekki? Á sérstökum bátum með færeyska laginu Já, með færeyska laginu en þetta var alltaf á sjómannadaginn það var róðrakeppni en ég held að hún sé bara meira og minna lögð af og það er dæmi að gömlu róðrabátarnir hefur verið hent á brennu Já Þannig að einu sinni hefðu við getað máta okkur saman við ykkur. Það er bara óralangt síðan. Einmitt, og ég velti fyrir mig hvað er það nákvæmlega sem hefur gerst þarna. En allavega er þetta ennþá þjóðaríþrótt Færeyinga og eins og þú getur séð. Og frábær íþrótt. Já, og eins og þú getur séð í þessari frétta þá er þetta dæmi eitthvað sem að Færeyingar er að standa sig vel í. Já. Er þetta, hérna heima var þetta fyrst og fremst keppt á sjómannadaginn og það var svona bara kastað upp einhverjum áöfnum í þetta. En er þetta þannig í Færeyjum að það séu lið sem er að keppna, deildakeppni og ef að þú ert í menntaskóla þá róðra lið í menntaskólanum eða hvað? Já, það er þannig að... Þetta er raunverulega þjóðaríþrótt. Já, það eru, flest þorp eru með sinn bát. Og í Þórshöfn eru nokkrir bátar og það eru ýmsar stærðir sem að hægt er að keppa í og það er keppt á ýmsum hátíðum yfir sumarið og svo er stóra lokakeppnin er á Álasöku þjóðarhátíð okkar. Og er það þá þannig að bátarnir sem eru að keppa að þeir eru úr ákveðnum eyjum og ákveðnum byggðum þannig að það er mikill hiti hjá þeim sem er að fylgjast með. Það er bara
Allt sem þú ert bara lagt undir. Já, og svo kemur þessi stóra keppni Álasöku þar sem að margir þúsund manns fara að horfa og svo það sem sagt keppt að vinna sem sagt alla keppna fyrir allt árið, en svo snýst það líka að það ákveðin heiður í að vinna þennan dag þó maður sé ekki endilega að vinna fyrir allt árið. Ekki eftir kalla og kvennaflokki? Já, þetta skipt upp eftir. Þeir sem að vinna, þetta bara með stærri íþróttahetjum fariða? Eitthvað sem að vinnur bara, hafið átt ykkar svona Michael Jordan sem að vann í 10 ár í röð. Já, það eru einhverjir sem að hafa svolítið skara fram úr og hafa gert stóra hluti erlendis. Ert þú róðramaður? Ég ekki róðramaður, þannig að ég veit ekki sérstaklega mikið smáatriðin í þessu Og fer fólk kannski svona út á kvöldin og rær og æfi sig og sérðum maður þetta, eins og við höfum þjóðurítunum okkur handbolti. Já. En það, allir, þegar þú ferðu út og lappar í hverfunum, þá er allir að spila fótbolta og þessu aldrei fólk í handbolta. Já. það er bara formlegar æfingar, en þetta er ekki þannig að almenningu sé að stunda þetta. Svona, það er ekki bumbu handbolti, það er bumbu fótbolti. Nei, það er ekki bumbu róður. Það er ekki bumbu róður. Nei, en ef þú keyrir landið á sumrin, þá sérðu báta, það sem er verið að æfa sig í rauninni. Það er æft þannig út á hafinu. Þetta er inniróður, þannig hann hlýtur að vera til dæmis nýtilkominn. Já, og það er sérstaklega að vetrana að fólk aðalega að róa inni. Já, líka að þið eru með svo sérstaka báta, það er engin annað þjóð með færiska báta. Nei, einmitt. Þannig þið geta ekki keppt við Hjalteyinga eða Skota eða Íra. Nei, ekki sama hátt. Ekki nefnir breiðið þetta út. Íslendingar hafðu mikið draum það að breiða út íslensku glímuna. Já. En það gekk ekki. Nei, já. Kannski gengur þetta. Kannski munum við bara sigra heiminum með þessu. Herðu, þetta er innsýnin í Færeyjar, í pólitíkina og í samfélagið og alltaf gaman að fá þig. Ég ætla að narra þig aftur í að segja fréttir frá Færeyjum.